Írskur drengur minn, annað ekki. Fór með Indían, veit og fyrst við nóttu lífsins linda. Lítil þjóð sem geldur stóra synda, reistu í verki viljans merki. Vilji er allt sem þarf. Trúðu á sjálfs þín hönd, en undur eigi upp með plóginn. Bóka drunnum, hugnunum, breyti vögg og starf. Þú veist Járngerðarstaði, austast í Grindavík, þar sem mest byggðin í plássinu núna. Eins og fleiri landnámsmenn var hann að flýja land í Noregi, sökum vígaferla. Margir halda eflaust að Járngerðarstaðir hafi ekki verið sérstök jörð, eða ekki skipað eitt sérstakan sess í Íslandssögunni. En því öðruvísi farið, eins og til dæmis Grindavíkurslagurinn, eða Járngerðarstagabardaginn. Hann var 11. til 21. júní 1532. Þú býrð við lagabarð, bjarglaus við drægu fiskisviðin. Þanga smá og komist verði á nýjum, en gefur eigi á góðum degi. Hjálpi sæl land. Vissirðu hvað Frakkinn gegnir utan? Fleitan er og smá, sá guli er utan. Hvar eru allir? Við erum hérna, vinur minn. Voru allir drepnir? Já, á Járngerðarstöðum. Jónsmessuna árið 1627 gerðist sá atburður sem lengi var minnisstæður Grindvíkingum og þá ekki síst Járngerðarfólkinu. Eflaust muna margir eftir Tyrkjagötu og þeirri reynslu sem hún lenti í. En fáir vita hvað Járngerðarstaðarfólkið þurfti að þola. 30 Tyrkir gengu á land og rændu kaupmannsbúðirnar. Sneru sér síðan að Járngerðarstöðum og rændu þar Guðrúnu Jónsdóttur, kvinnu Jóns Guðlaugssonar ásamt bróður hennar Filippus. Sagt er að sonur bóndans á Ísólfsskála hafi fengið pat af því að Tyrkir væri staddir í Grindavík og bað hann föður sinn, karlföður sinn leyfi það að fá að fara þangað og skoða þá. Reita gömul hjún og svo túnið sérðu í blásnu varði og missæl armótar fyrir garði. Svona Jóhann hingað sjóan hann en ekki þú. Svona Jóhann hingað sjóan hann en ekki þú. Kæru frændur og frængur. Nú hefur við stundakort verið að skoða aftur í söguna, sitt að hverju þessa ætt. Og í raun og veru, þá get ég ekki bætt við neinu sem þið ekki vitið. En mér dettur í hug ein hugsun í samvættu við þetta allt saman. Og hún er þessi að allir hlutir eru tengdir saman. Hver einasta manneskja er tengd við aðra, hver einasta atburður er tengd við annan og er eins og steinn sem hent er á líkt vatn og gárarnar fara út annan sjó.
Það var einhver sem heyrði að ættfaðir héti þetta sem ég var að tala við í dag og honum fannst það til neðan allar hellur, en mér finnst það einmitt til fyrirmyndar. Fyrst ættartréð óx úr slori ángandi af þangi og tjöru. Skilur ég að skógurinn hafi greppið